Við erum hérna með tvö dæmi, 12 deilt upp í 2832 og 6 deilt upp í 433. Þessi deiling mun ganga upp en þessi hér mun skila afgangi, þess að þetta gengur ekki alveg upp. Og við ætlum að taka þessar deilingar og nota skíðabrekkuna hérna til þess að leysa þessi dæmi. Byrjum á þessu dæmi hérna 12 deilt upp í 2832. Ég spyr þá, gengur 12 upp í 28? Svarið er næstum því. 12 sinnum 1 er 12, 12 sinnum 2 eru 24, 12 sinnum 3 eru 36, það er konið yfir þess að 28, þannig ég get ekki margfalda með meir en 2. Þannig að 12 gengur 2 sinnum upp í 28. Skrifum þá hérna 2. Og nú ætla ég að margfalda þennan 2 sinnum 12 og fá út 24 hérna fyrir neðan. Gerum það og fáum út 24. Það sem ég ætla núna að gera við þessa 24 hérna, ég ætla að breyta honum í mínus og draga 24 frá 28. Þannig að 28 mínus 24. Það gefur mig fjarka, þannig að hér fyrir neðan kemur fjarki. Töluna hérna uppi, 32, detta þá beint niður, þannig að 32 koma hérna fyrir neðan við hliðin á fjarkanum. Þá spyr ég aftur, ég endurtek spurninguna sem ég spurði áðan, nema hvað núna spyr ég, hvað gengur 12 oft upp í 43? Og svarið er 1 sinnum 12 er 12, 2 sinnum 12 er 24, 3 sinnum 12 er 36, ég er ennþá undir 43, en 4 sinnum 12 það er konið 48, þá er ég konið yfir 43. Þannig að 12 sinnum 3 er það næsta sem ég kemst. Þannig að 12 gengur 3 sinnum upp í 43. Setjum þristin hér. Og þá ger ég aftur, ég margfalda núna þennan þrist við 12. Og 3 sinnum 12 eru 36, það er tala sem ég skrifa hér. Og ég geri mínus. Ég breyti formerkinu á 36 og nú ger ég 43 mínus 36. 43 mínus 36 gefur mig 7. Þannig að hér fyrir neðan kemur 7. Og þessi tvistur sem er hérna, hann dettur beint niður og kemur þá hér. Þannig að hérna kemur þá 72. Þá spyr ég aftur, ég endurtek ferlið, hvað gengur 12 oft upp í 72? Nú við vorum búin að pröfa á þann, 12 sinnum 4 eru 48, 12 sinnum 5 eru 60, ég er ennþá undir 72, 12 sinnum 6 eru hins vegar 72, bingo, það hittir nákvæmlega á þessa tölu hér, þannig að 12 sinnum 6, 12 gengur 6 sinnum upp í 72, þannig að ég geri þá 6 hér aftur, hér, og margfalda núna, hvað er 6 sinnum þessi 12? 6 sinnum 12 er 72. Og það er talan sem ég skrifa hér fyrir neðan með gulu. Fáum þá 72. Og nú gerum við mínus. Og hvað er 72 mínus 72? Jú, það gefur með töluna 0. Þannig að deilingin gekk upp. 12 deilt upp í 2832 er þá 236. Hér erum við með aðra deilingu og ég veit að þessi deiling mun ekki ganga upp, hún mun skila afgangi. Ég er samt að fara að nota sömu aðferð og ég notaði í dæminu hérna áðan. Ég spyr, hvað gengur 6 upp í fjarka? Nei, ég ger það ekki, en gengur 6 upp í 43? Já, gerir það. 6 sinnum 6 er 36, það er undir 43. Og 6 sinnum 7 eru 42, það er ennþá undir 43. 6 sinnum 8
8 hins vegar er 48, þá er ég komin yfir. Þannig að 6 gengur 7 sinnum upp í 43, það er það næsta sem ég kemst, þannig að þá kemur 7 hér. Og þá ætla ég að margfalda núna, hvað er 7 sinnum 6? Jú, það er 42. Þannig að ég gerir 42 hérna og gerir mínusinn. Þá legg ég saman þessar tölur hérna 43 og lagt saman við mínus 42 eða rétt að sagt 43 mínus 42 og þá fæ ég 1 út úr því hérna. Þannig að ég fæ 1 hérna fyrir neðan og þristurinn dettur hérna niður líka. Og þá spyr ég næst, hvað gengur 6 oft upp í 13? 6 sinnum 1 er 6 en 6 sinnum 2 eru 12. Það er það næsta sem ég kemst, 13. Þannig að ég ger þá 6 sinnum 2 eru 12, ger þá tvistinn hérna. Ég veit að 6 gengur 2 sinnum upp í 13. Og svo ger ég aftur, ég margfalda 6 sinnum, eða 2 sinnum 6 og fæ þó 12 hérna fyrir neðan. 12 hérna fyrir neðan. Og hér kemur hún og ég gerir mínus. Og þá hérna dreg ég 13 frá 12 og fæ þá út að afgangurinn er 1. Þannig í rauninni er deilingin 6 deilt upp í 433, það útkoman er 72 og þessi afgangur af 6-unni. Þannig að hér er ég þá komið með afganginn, bæði töluna og afganginn sem að deilingin gefur í sem svar. Ég hefði getað haldið áfram og sagt, gengur 6 upp í þennan eina? Gengur þessi 6 upp í þennan eina? Svarið er nei. Þannig að þá get ég bætt við 0 hérna fyrir aftan. En þegar ég bæti við 0 fyrir aftan hérna, þá kemur komma í svarið. Og þá spyr ég, gengur 6 upp í 10? Svarið er nei, en einu sinni gerir það. Ég næði margfalda einu sinni. Þannig að þá kemur 1 hérna og 1 sinni 6 er 6. Drögum það frá 10 frá 6 og ég fæ fjarka. Og bætum 0 við þar og ég spyr, gengur 6 upp í 40? Gengur þessi 6 hér upp í 40? Já, 6 sinnum, það er það næsta sem ég kemst 40, því 6 sinnum 6 eru 36. Þannig að 6 gengur 6 sinnum upp í 40, þá kemur hérna 6 hér og svo margfalda ég 6 sinnum 6 eru 36, það kemur þá hérna fyrir neðan og ég geri mínus og dreg frá 40 mínus 36 eru 4, þannig að ég fæ þá 4 hérna, bæti við 0 og ég spyr aftur, gengur 6 upp í þessa 40 hér og svarið er já, 6 sinnum, þannig að hér kemur þá aftur 6 og þegar ég margfalda þessa 6 hér við þessa 6 hér, þá fæ ég 36 og þið sjáið að það er að myndast þarna ákveðin óendanleiki. Það er að segja, það kemur alltaf sama tala. Þetta svarið verður 72,16666666666 og svo framvegis. Og hvort ætti nú að velja svar sem væri með tugabroti eða almennt brot, þá er það náttúrulega mín ráð að ég myndi allan daginn velja að svarið sem væri almennt brot. Þess að það er eiginlega nákvæmara. Allir aukastafirnir eru innbyggðir inn í það svar. Í tugabrotsvarinu eru endalausar sexur sem ég hef ekki ævits að skrifa. Ég myndi aldrei geta verið eins nákvæmur í tugabrotsvarinu og ég væri í almennabrotasvarinu.